Jæja, hvað geturðu sagt okkur af starfinu ykkar í vetur? Við höfum bara gert svona ýmislegt. Við byrjum til dæmis alltaf með opna æfingu á haustin þar sem við reynum að fá nýja konur í kórinn og það gengur nú svona misvel en við fengum nú samt fullt í haust og við vorum ansi fjölmennar sko í jólin, svo datt nú svona pínubotnin úr þessu en við erum samt yfir 30 núna. Hvað, það að hittast einu sinni í viku eða eitthvað og syngja saman? Við hittumst tvisvar í viku. Sko, við höfum alltaf raddæfingu annan vikudaginn sko og svo sama æfingu. Hindaginn. Svo þegar líður svona að tónleikum að þá breytum við æfingunum bara í sama æfingar. Hvað geturðu sagt okkur frá tónleikunum núna? Sko, þeir eru léttir og skemmtilegir og í tilefni 45 ára afmælinu sem kórinn ár og sko kórinn elsti starfandi kvennakór á landinu að þá létum við útsetja fyrir okkur nokkur lög svona sem Elli var að syngja og svona gamla slagara sem konurnar voru að syngja hérna áður fyrir kórnum og svo fengum við til svo okkur hérna fólk úr tónlistarskólanum og þau slógu í svona hljómsveit fyrir okkur þannig að við vonum þetta að vera létt og skemmtilegt. Skemmtilegt að vera með svona hljómsveit með? Það er mjög skemmtilegt. Hvað er það sem að konur að sækja í svona starfi? Það er samveran og eitthvað en svona þegar við komum að tónlistinni, er það eitthvað sérstakt? Ég veit nú ekki hvað ég á að segja um það sko. Ég held þetta sé nú aðalega sko bara samkenndin og hvað þetta er góðu félagskapur. Ofsalega gaman sko og svo gerum við náttúrulega margt skemmtilegt, förum í ferðalög og við hefum farið í söngferðalög erlendis líka og svo erum við náttúrulega þar sem við erum kvennakór og þá bjóðum við náttúrulega betri helmingunum oft með og þeir eru líka bara öflugir að finna upp á ýmsu og vera skemmtilegir. Þannig að þessi tónleika núna, það verður skemmtilegt og fjölbreytt efnisdagskrafan hjá okkur? Já, ég myndi segja það, að þetta verður mjög létt og skemmtilegt og allir ætti að geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Og hvað verða tónleikarnir og hvenær? Sko, 7. maí þá verðum við í Ytri Njarðvíkurkirkju og 8. maí í Keflavíkurkirkju og tónleikarnir byrja kl. 8. Ég sá hana fyrr